Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Í þessum þætti ætlum við að fjalla sérstaklega handverk. Sumir fæðast einfaldlega handverksmenn og eru alltaf að dútla eitthvað í höndunum. Aðrir finna hjá sér handverksmanninn mikið seinna. Til dæmis hann Sveinn Lárus Jónsson sem fann sinn innri handverksmann þegar hann var búinn með 30 ár á sjó. Í Varmahlíð á Stöðvarfirði býr Sveinn Lárus Jónsson ásamt konu sinni Þórunni Björgu Pétursdóttur. Sveinn fæddur og uppalinn á Stöðvarfirði en hann sonur Petru Sveinsdóttur, betur þekktri sem Steina Petru, og Jóns Ingimundarsonar eða Nenna. Að eigin sögn komst hann ekki lengra frá æskuheimilinu en þessa 100 metra sem skilur húsin tvö að. Hann var lengi til sjós en þurfti að láta af störfum aldamótin síðustu eftir 30 ár á sjónum. Þó nokkrum árum eftir hann kom í land uppgötvaði hann sinn innri listamann. En Sveinn hefur á undanförnum árum unnið allskyns gripi úr tré og hornum. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Já, ég fór bara að leika mér í kjallaranum og þegar að tengdasonurinn kemur eins og í heimsókn þá segir hann bara leið og hann kemur inn í kjallaranum, heyrðu, vantaði ekki rennibekk? Ég kann ekkert með hann að fara, sagði ég. Svo næst þegar hann kom, þá kom hann bara með bekkin og hann var settur upp og þá var ekki aftur snúið. Það var, ég segi, maður verður að segja, það var náttúrulega tengdasonurinn að þakka að fara að bjóða með þetta, því ég hafði aldrei farið að byrja öðruvísi, ekki að renna. Það var ekki dottið það til hug. Og það var ekkert erfitt? Nei, það var bara að byrja. Og það sá enginn til sem að var að byrja, svo þetta var allt í lagi. Já, þeir eru ófáir munirnir sem Sveinn hefur búið til í gegnum árin, en þar má helst nefna salatáhöld, snældur, tóbakshorn, skálar, kertasteka, hnífa og tölur. Í kjallaranum þar sem Sveinn eyðir mörgum stundum við að sinna listinni er hann með ágætan lager af hornum og viði sem hann nýtir í munina. Sumt af því hefur hann fundið sjálfur á Stöðvarfirði til að mynda ormjetinn rekavið. Annars segist hann eiga marga góða að sem séu duglegir við að færa honum efni við. Dóttir mín hefur verið seigað færa mér horn. En svo fær maður náttúrulega bara eins og kindahorn og geitahornin með að spurja og leita. En eins og þessi hvað er í þessu? Þetta er gullregn og þetta var mér sent svona á Reykjavík. Sveinn hefur þó ekki einungis verið að vinna muni úr hornum og tré því áður en hann fór út í þá vinnslu eyddi hann miklum tíma í prjónaskap og að sögn Þórunnar, konu Sveins, komu þau einu sinni heim frá mánaðar utanlandsferð með rúmlega 50 pör af barnahósum sem þau höfðu prjónað í sameiningu. Já, ég prjónaði aðalega teppi til þess að gefa Rauða krossinn. Ég var búinn að prjóna eitthvað á 200 teppi. Já. Og svo voru það húfur og sokkar. Og er það eitthvað sem þú lærðir núna fyrir stuttu eða hefur alltaf kunnað að prjóna? Ég prjónaði þegar ég var krakki í skóla. Og svo var það ekki gert mér. Ég prjónaði eina peysu handa mér og svo var það ekki gert í mörg ár. Þetta var pröfað og svo þegar ég fór í þetta þá var ég náttúrulega að leggja prjónunarhilluna. Já, akkurat. Hvað er svona skemmtilegast? Að gera? Það er mest að gaufið í þessu Vita hvort maður nær þessu í lagi. Og svo er fyrir krakka eða hverja sem til dæmis að ég bara puttandi mínu heldur stóri fyrir þetta akkurat. Þannig maður getur haft aðra höndina fría. Já, og kampavínsglas í hinni. Já. Eins og fyrr kom fram var Sveinn til sjós í 3 áratugi og að eigin sögn kom það honum og öðrum fjölskyldumeðlimum mikið á óvart þegar kom í ljós að í honum byggði þessi mikli listamaður. Já, ég taldi mig ekki geta gert þetta. Nei. Aldrei unnið við handverk? Nei. Bara sjómaður í húð og hár? Bara prjónað. Hefurðu verið að selja þetta eitthvað staðar? Við erum með þetta á Salthúsmarkaðnum og svo upp á Barra, jólamarkaðnum. Og það gengið vel? Já, bara ánægður með allt sem fer. Þá hefur Sveinn reglulega gaman af því þegar haft samband við hann og hann beðinn að búa til eitthvað sérstakt. Ég fekk heimsókn í daginn og þá þurfti að vera að búa til eitthvað spil og við þurfti að búa til kúta fyrir, eða tunnur fyrir
teiningana. Og það var ljómandi gaman. Já. Og svoleiðis í hendina. Nú fær svona sérpantanir. Já, og þá getur maður að betta á hvað maður vilja og láta gera þetta ef mann tekst til. Ef það einhver söfnunarátta sem við eigum öll sameiginlega, þá hlýtur það að vera að safna peningum. En skyldu einhvern tímann verða verðlausir, til dæmis þegar að koma nýjar típur. Hann Hörður Óskarsson, hann á því að það séu alltaf verðmæti í svona peningum. Það kannast sennilega margir við að finna gamla smápeninga þegar tekið er til í geymslunni. Ekki er lengur hægt að nota peningana, svo þá er spurning hvað eigi að gera við þá. Ein hugmynd er að smíða skartgripi úr peningunum eins og Hörður Óskarsson á Akureyri hefur stundað sér við síðastliðna mánuði. Það var eiginlega þannig að mér langaði, ég sá einhvers staðar á netinu svona pening, svona hring, hjá Ara-vini mínum, Svavas, og reyndi að hafa samband við hann og langaði í svona hring. Og hann svaraði mér ekki á Facebook síðan sinni. Þannig ég ákvað að prófa bara að gera þetta sjálfur. Og fékk mér túkall og hverja nokkra og prófaði og eyðilaði nokkra og svo tók steinn. Ertu búin að vera lengi að? Ég byrjaði fyrir rúmu ári síðan, rétt rúmu ári síðan. Já, ok. Svo ef það er leiðilegt í sjónvarpinu eða leiðilegt veður, þá fer maður niður og brassar. Fyrir jólin þá ákvað ég að, því að þetta fólk sem er búið að vera að gefa mér smámynt og svona, ákvað ég að gefa bara hluta af því sem ég fæ fyrir hringana til góðs málefnis. Og ég gaf geðdeildinni fram að áramótum þar sem ég halaði inn sem var nú svo sem ekki stórar upphæðir en hver króna skiptir máli. Og ég hef ákveðið að þetta árið ætla ég að styrkja Krabbameinsfélag Akureyrar. Já. Og þá hef ég verið að búa til sem sagt svona slaufur og þá er bara Ísland þarna á öðrum anganum og það er líka hægt að búa til úr 5 aurum og þá er hægt að hafa ártalið sitt hérna. Ef að það er til, það er að segja, það er ekki öll ártal til í þessu. Hversu stór hluti af þessu er ártalið? Það eru rosalega margir af þeim sem fá hjá mér hingað sem að vilja hafa í rauninni ártalið sitt. Já. Hafa fæðingarárið. Já. En svona því að ég sagði þér áðan að mitt hefði ekki verið til, þá er líka gott að kannski bara reyna að finna sér einhvern sem að þykir vænt þess að hafa fingurinn. Hörður smíðar ekki bara hringa, heldur einnig bindisnælur, hálsmenn og fleira, auk þess sem hann hefur prófað að smíða bjöllur og litlar öskjur. En hvað er skemmtilegast að smíða? Ég held mér finnst nú skemmtilegast að gera hringana. Eins og til dæmis aurarnir að þá getur þú rauninni kannski bara valið hvort þú snýrð kransinum út og þá ártalið eða hvort þú snýrð Íslandi út. Það er til alveg gríðarlegt magn af þessum peningum út allar koppagrundir og fólk kemur með krukkurnar til mín og ég á orðið held ég meira en mér endist ekki ævinn til þess að búa til öllu sem ég á Þannig það er ekki vandamáli að fá efni við? Nei, það virðist ekki vera Nei. Og kannski, ég hef allavega nóg á krónum, það er kannski frekast 5 aurarnir og túkallandi sem eru erfitt að fá. Já. Það leynist nú víða í skúffum Já, það gerir það nefnilega Því þetta annars er svo bara hent Já, fólk er búið að vera að færa þetta til alveg í mörg ár í geymslunni og veit ekki hvað að gera við þetta og margir hafa sagt við mig að þeir hafi bara verið komin að því að henda þessu þegar þeir sáu hvað ég var að gera og þá koma svona krukkur eins og hérna til dæmis. Já, það eru nokkrar krónur þarna. Já, þetta eru nokkrar krónur Svo er svo skemmtilegt svona sonur minn, 6 ára, hann hefur svo gaman að reikna og eiga við tölur Ég fæ hann til að hjálpa mér að flokka Já. Í árganga, þetta er nefnilega allt flokkað í árganga hérna bara. Þetta er samvinnuverkefni? Já, þetta er samvinnuverkefni, já, klárlega. Góður dagur oft að borða ís og flokka peningar Við hringasmíðina þarf ýmis verkfæri, fyrst þarf að bora, svo hita þá, strekkja og loks pússa og þrífa. Þegar ég er búinn að bora þá þarf ég svona snirta brúnirnar og losna við svona var eða gráð
Og svo bara er komið að hýta. Eru þeir lengi að hýta nógu mikið? Eða er þetta bara smá stund? Nei, þetta er engin stund. Þetta er svona túkallinn, hann er efnismestur. Hann er svona lengst verið að hýta hann. Svona þegar það komið roði í hann, þá hendir maðurinn í vatnið. Þá bara setja hann hérna í vatnið. Leyfa honum að kólna. Túkall 5 króna. Og næsta stig í rauninni er að fara í græjuna hérna og hringa strekkjarann og finna okkur passandi hólu hérna. Og það er þá þessi stærsta hérna. Svona. Þetta er allt sem hægt að sjá á YouTube líka. Þegar ég var að byrja þá bara googlaði ég þetta. En þú lærir þetta bara á YouTube? Já, það var ekkert öðruvísi. Svona nú fer og kúlan í gegn. Þá þarf ég að hita aftur. Og halda áfram í rauninni þessu ferli. Og geri réttu stærðina hérna. Og máta náttúrulega hérna. Hérna er svona máti til þess að sjá stærðina. Þá pússa ég brúnirnar. Hérna. Pússa ég hérna brúnirnar. Og kantana. Til þess að því að brúnirnar eru svo skarpar hérna. Þá þarf ég að pússa brúnirnar hérna og ég þarf að pússa hérna. Þegar það er búið, þá bara hendi ég þessi sýru hérna. Og leyfi þess að liggja þar í klukkutími eða eitthvað. Og þegar þetta kemur upp úr sýrunni, þá verður þetta laust við eldhúðina sem verður til þegar maður hitar það svona. Og síðan er að setja í kúlunar í tromluna hérna. Og láta þetta damla í 3-4 tíma, svoleiðis. Og svo þegar þetta kemur þaðan út, þá fer ég að pússa þetta hérna. Og þá er þetta tilbúið? Þá er þetta tilbúið, sko. Og þá bara eftir að þrífa reyndar, jú. Já. En þetta er svona töluvert ferli, sko. Þetta eru þó nokkuð mörg skref. Já, þetta er það. En mér finnst þetta alveg gríðarlega skemmtilegt. Og bara, eins og ég segi, svo gott að geta farið hérna í bílskúr og þegar er leiðilegt veður eða leiðilegt í sjónvarpinu. Þá bara gleyma sér, setur græjurnar í botn bara og fer að bræsa. Núna ætlum við að taka okkur smá hlé og þá hafum við tíma til þess að fara og kíkja í náttborðsskúffuna hvort þið eigið nokkuð gamla peninga handan herði. Já, eða fara bara og kíkja á nokkrar auglýsingar. Víravirkið var ást við fyrstu sýn hjá honum Rúnari Jóhannessyni, gull- og silfursmið á Dalvík. Hann hannar og smíðar skartgripi undir merkinu Rúnia. Við ætlum að kíkja það næst. Þetta er Karlsbraut 19 á Dalvík. Á jarðhæðinni hefur Rúnar Jóhannesson gull- og silfursmiður komið sér vel fyrir og smíðar skartgripi af miklum móð. Hann var í myndlistarnámi á Ítalíum og kynntist á gullsmíði og fræjum var sáð. Nokkrum árum síðar lærði hann gull- og silfursmíði sem núna á hug hans allan. Þegar við á N4 heimsóttum Rúnar var hann að undirbúa sýninguna Handverk og hönnun sem haldin var í Reykjavík í lok nóvember. Kjallarinn á Karlsbrautinni á Dalvík er sem sagt sköpunarheimur Rúnars og fyrirtækið heitir Rúnia. Já, hérna er bara allt sem mig vantar til þess að gera daginn minn góðan. Hérna er bara draumaheimur Rúnars inn í nokkrum fermetrum og það þarf ekki mikið meira pláss en það fyrir svona gaur eins og mig til þess að búa til eitthvað fallegt og skemmtilegt. Þið eru nýbúin að stofna þetta fyrirtæki. Já, hvað kom til að þið létu vaða? Það var bara tími til komin held ég. Ég var búin að vera að smíða í 1 ár svona án þess að tala neitt um það endilega og bara safna í sarpinn, búa til mikið af munum og svo bara hægt og rólega byrjar þetta að spyrjast út og við bara viljum aðeins ýta okkur áfram og erum bara svona að sjá hvert þetta leiðir okkur, bara stíga 1 skref í einu og sjá hvað það leiðir okkur og þannig að skapist eitthvað umtal og það virðist verið að virka. Hingað eru þið komnir allavega að spjalla við mig. Þannig að
Þannig er nú það. Þegar maður svona lítur á skartgripina allana sem eru hérna frammi hjá þér, hringarnir og hálsmennin, þú svona virðist heillast af víravirkinu. Algjörlega. Það var svona svolítil ást við fyrstu sýn þegar ég kynntist því, sko. Af því að ég svona gaur, þegar ég byrjaði að læra gullsmíði þá vissi ég ekkert gullsmíði og var bara alveg heillaður af öllu, bara vá, er það gert svona. Og svo kynntist ég víraverkinu og það var bara algjör ást við fyrstu sýn og það hefur ekki verið einhvern veginn aftur snúið og ég er alveg heillaður af þessari skartgripagerð. Víraverki, þetta klassískt. Ertu þá sem sagt að smíða ættagripi? Já, ég held að það megi alveg segja það, sko. Ég er að smíða svona svolítið stóra og íburðarmikla gripi milli þess að gera lítil og einfaldari men og hringa og hluti. Þannig að ég held að það sé alveg óhætt að segja kalla suma af þessum hlutum sem ég er að gera ættagripi. En þegar þú ert að smíða, hvernig þróast hlutirnir stundum hjá þér? Ertu búin að ákveða fyrirfram hvernig þú ætlar að smíða þetta eða getur hönnunin tekið bara algjöra uppbyggju þess vegna? Bæði. Oft er ég búin að ákveða eitthvað fyrirfram og sé það fyrir mér í huganum og það verður akkurat þannig. En svo getur það líka alveg komið fyrir að það verður bara svona trial and error og það gerist eitthvað í ferlinu, klikkar eitthvað eða hlutirnir verða ekki eins og þeir eiga að vera, þannig að það tekur einhverja beygju, ég þarf að laga það og breyta því til þess að það falli að því sem ég var að hugsa mér, þannig að það kemur eitthvað annað út úr því. Já, þannig að það er alveg beggja bland, sko. Það finnst nú ekki gull á Íslandi og ekki silfur heldur, en hvað með steinana? Já, það er hægt að nota íslenska steina og ég geri það. Ég fer og tíni steina og sker og slípa það sjálfur. Fer austur í Lón alltaf einu svona ári og næmir í poka fulli af steinum og svo kemur ljós hvað ég get unnið úr því. En ég er að reynda að nota rosalega grófar og hráar aðferðir við að gera það. Þannig að það er svona eitt af því sem er á stefnuskránni, er að kaupa almennilegar græjur til þess að skera og slípa steina. Þangað til er ég að eyða rosalega miklum tíma í að gera 1-2 steina í einu, en þú veist, þeim mun meira þykir mér vænt hlutina líka. Af því að það er rosalega gaman að skera steina sjálfur og setja þá í mín eigin verk. Þegar þú ert að smíða, hugsaðu þá stundum það? Ég myndi nú helst vilja að þessi típa af manni eða konu bæri þennan skartgrip sem ég er að smíða núna? Nei, ekki svo mikið kannski. Ég bara vona að verðandi eigandi verði ánægður og hamingjusamur með gripinn, sko. Það er ekki flóttan en það. En þeir sem að koma til þín og biðja að smíða, er fólk með fullmótaðar hugmyndir eða færð þú að leika lausum hala? Það er alveg beggja bland. Sumir eru með mjög ákveðnar hugmyndir hvað þeir vilja, en aðrir eru kannski bara komnir til þess að kaupa akkurat það sem ég er að gera þá og þegar. Þannig að það er mismunandi. Og allir velkomnir að banka hérna upp á hjá þér? Allir velkomnir að banka hjá okkur og skoða það sem Rúnía hefur upp á að bjóða hér á Dalvík. Það lýsir alvöru ástríðu í handverkinu þegar henni fylgir söfnunarárátta. Adam Ásgeir Óskarsson, hann safnar og smíklar timbrið með sér heim frá útlöndum og smíðar úr þeim algjöra gersemar. Og röltum þessu næst upp í Löngumýri á Akureyri. Í húsinu númer 20 býr Adam Ásgeir Óskarsson. Bílskúrinn er í raun og veru heill ævintýra heimur. Gæðastundir Adams eru við rennibekkin í bílskúrnum. Hérna verða til listmunir og það er upplifun að fá að fylgjast með stundarkorn. Adam, getum við sagt að bílskúrinn sé þinn heimur? Já, við getum alveg sagt það. Hann er heimur sem er mjög skemmtilegur að dvelja í og ég hef unnið því. Hvenær fórstu að skera út fyrir alvöru eða renna, réttara sagt? Sko, við vorum svo heppin að fá orlof 2007 til 2008, hrun árunum miklu.
og fórum til Kanada. Áður en við fórum þangað, þá byggði ég þennan fína bílskúr til þess að geyma í dótið okkar meðan að við þurftum ekki að nota það og leigðum húsið á meðan. Þegar við komum síðan frá Kanada aftur, sumarið 2008, þá svona má segja að ég hafi verið komið með aðstöðuna sem að mér vantaði alltaf til þess að leika mér utan vinnutímans. Og þannig að þetta er að verða komin 10 ár síðan að ég svona setti kraft í þetta, sko. En maður hefur nú ekki verið lengi þarna inni þegar maður sér að þú ert með alls konar tegundir af við. Já, ég er með dálítið margar tegundir af við. Ég hef svona ákveðna veikleika og einn af þeim er að það er erfitt að segja nei og þegar söfnunar áráttan er svona mikil líka þá bara safnast hlutirni fyrir og stundum við því magni maður hefur ekki tíma til þess að klára að vinna úr þessu öllu saman í einum rykk, sko. Og þú ert að þurrka fyrir utan húsið og svona? Já, þetta er svona eins og með gott vín eða osta, þetta þarf allt sinn feril, sko. Sumt efni vill maður láta sveppast og verða gamalt og geymir það því úti í ákveðin tíma og maður tekur það inn og fer að vinna úr því. Sumt rennir maður blautt og alla vegana, þannig að það er svona, já, þetta er á öllum stigum hérna í kringum húsið og á lóðinni. En það er nú greinilega búið að draga ýmsar tegundir hér langan veg. Já, það er kannski bara skemmst frá því að segja að þegar áhuginn dvínaði á að smygla brennivíni til landsins í utanlandsferðum að þá þurfti eitthvað að koma í staðinn í töskurnar, sko. Og ert þú þá samt að smygla í Benholti og einhverju svona þvíumleiku þá? Við skulum segja að ég hef þetta með mér til þess að ná vigtinni í farangrunum en jú, það má kannski kalla smygl á ákveðnu. Þú ert búin að stilla hérna upp fyrir okkur á stofuborðið hlutum sem þú hefur verið að renna út. Þetta er nú, þú ert ansi stórtækur í þessu. Já, maður ég er stórtækur í öllu sem ég geri, kalli minn, sko. Það er allt eða ekkert í því en þetta er svona svolítið tíma. Hvað ég segja, þetta kemur í tímabilum, þetta er tími sem að ég er svolítið mikið að renna, en svo sumrin fara í annað til dæmis. Hvað er þetta hérna til dæmis? Þetta er hneta úr áströlsku tré eða blómi sem heitir Banksia og þetta er tré eða runni sem að verður alltaf 30 metra hár og svona blómstrar mjög fallegum blómum og þetta er hneta úr þessu tré. Þetta kom ég með frá útlöndum. Smiglað? Já, í einni ferðinni, þetta datt í töskuna og kom með nokkra svona hnetur og hef verið að leika mér að tálka utan að þess aðeins í rennibekknum. Þetta er fullt af fræjum í þessum hólum hérna og þetta er svona á við hríðskota skotríð þegar maður er að renna þetta. Og þetta hérna er sem sagt afraksturinn? Já, innan úr þessu kemur eitthvað svona sem að og af því að þema hjá þér er jólin þá þótti mér rétt að sýna þér jólatré úr Banksia hnetu komið allavega frá Ástralíunni og það verður mjög skemmtilegt þegar þetta er tálkað. Já, en hérna sem sagt er nú ég eiginlega bara jólatré og skógur ef við tökum bara svona þetta hérna. Já, þú dregur upp alls konar spýtur. Þetta eru svona fjólubláar eða rauðar spýtur sem heita Purple Heart og þær komu með mér frá Flórída einhvern tímann. Það var gaman að renna lítið líka, litla muni, því að það er
Já, eiginlega vandasamara heldur en að reyna stórt. Það minna pláss fyrir mistök í svona reynsli. Og þetta var sumir voru í bleikum slaufum en ég bjó til bleik jólatré, ganni mínu, svona í tilefni bleiks eitthvað. En eitthvað sem að var áður þá bara jólatré? Já, við getum fundið það. Það hér eru svona skemmtileg jólatré. Jú, þetta eru jólatré. Þetta var allavega jólatré líka. Já. Þetta semst bara algjörlega náttúrulegt endurunnið hráefni. Hægt að segja þá, Adam, að þú sést í endurvinnslu eða eitthvað? Já, þetta ekkert annað en endurvinnsla af þessu leyti. Hér dautt tré sem að féll, þetta var lerki sem að féll út í sumarbústað hjá mér. Og hvað annað en að taka og renna úr því myndaramma og setja myndir af fyrsta skipti barnabarnana í Berjamó í rammana. Það bara, mér finnst það svolítið skemmtilegt, sér hvað börnin eru glöð. Já. Og mamma, 86 ára í Berjamó í ramma úr skóginum þar sem hún var í Berjamó. Þetta bara skemmtilegt. Og allt verður þetta nú til í bílskúrnum? Já, þetta verður allt til í bílskúrnum. Í nútíma samfélagi alltaf að vera meira vélar og þá svo gaman að sjá handverkið, eitthvað sem gert og smíðað með þessum tveimur höndum hér. Og handverkið endurspeglar líka mannin á bakvið það. En það er komið að lokum hjá okkur í þessum þætti af Eitt og annað. Sjáumst í næstu viku.